fundur settur, aukafundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 21. hér í Ráðhúsinu. Mig langar að bjóða velkomna á pallana, kennarafúrustuna og kennara. Hjartanlega velkomin. Við erum alltaf glöð þegar við fáum fólk á pallana, en forseti áréttar að það verður hins vegar að vera hljóð á meðan á fundi stendur. En hjartanlega velkomin og gott að sjá ykkur og gangi ykkur vel. Ég býð einnig fjölmiðla velkomin. Þetta er langur dagur í Ráðhúsinu hjá ykkur í dag. En hér erum við komin og þá er gengið til dagskrá og það er þá tekin fyrsti liður sem er kosning forseta borgarstjórnar og 4 varaforseta og við gerum þetta í tvennu lagi. Við byrjum á að kjósa forseta. Hér verður atkvæðaseðlum dreift til borgarfulltrúa og þeir eru beðnir að merkja krossi fyrir framan nafn þess borgarfulltrúa sem þeir kjósa. Og ég ætla að fá að kalla til 2 skrifara til að fylgjast með þessari kosningu og við erum með vant fólk hérna að mig langar að biðja oddvita Sjálfstæðisflokksins að koma og Sabine Leskov. Og er okkur nokkuð að vandbúnaði? Eigum við ekki að dreifa? Jú, ég meina það, eigum við ekki að dreifa? Og það er X við 1 nafn. Ritari er að telja atkvæðaseðla. Ég myndi gjarnan vilja fá ykkur hingað til mín. Ég mun lesa upp nöfnin. Rétt. Alveg spurning með stafrænt ferli, ég segi bara svona. Ekki að þinni vakt. 23. Þá er það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Það er Auður seðill, það er Auður seðill, það er Auður seðill, það er Sanna Magdalena Mörtudóttir, það er Helga Þórðardóttir, það er Sanna Magdalena Mörtudóttir, það er Auður seðill, 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 Auður seðill, Auður seðill, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Auður seðill. Rétt kjörinn forseti er því Sanna Magdalena Mörtudóttir. Innilega til hamingju með það, Sanna. Gjörðu svo vel, þú tekur þá við. Takk fyrir.
Nei, ekki forseti. Borgarstjórn. Borgarstjórn, ég þakka fyrir það traust sem að mér hér sýnt og ég vil gera allt það sem að ég get til þess að efla traust borgarbúa og almennings á störfum borgarstjórnar. Ég vil ávarpa sérstaklega kennara sem eru gestir hér á áhorfendapöllum og einnig fyrir Ráðhúsið og þakka ykkur fyrir að vera hér í dag. Takk. Þá göngum við til kosningar varaforseta. Fyrir fundinum liggur tillaga að Guðný Maja Riba, Marta Guðjónsdóttir, Magnús Davíð Nordal og Magna Gná Jóhannsdóttir taki sæti sem varaforsetar í þessari röð og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá gengið til annars liðar á dagskrá sem kosning borgarstjóra til loka kjörtímabils og við dreifum atkvæðaseðlum. Tilnefndir skrifarar eru beðnir að koma og vera viðstaddir talninguna. Hildur Björnsdóttir og Sabín Efskoð. Ég verð að óska eftir hljóð í salnum. Uh, 23 atkvæðaseðlar, það Heiða Björg Hilmisdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Auður seðill, Heiða Björg Hilmisdóttir, Auður seðill, Auður seðill, Auður seðill, Heiða B. Hilmisdóttir, Auður seðill, 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 Heiða Björg Hilmisdóttir, 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 Heiða Björg Hilmisdóttir,
Heiða Björg Hilmisdóttir. Heiða Björg Hilmisdóttir. Þá borgarstjóri kosinn Heiða Björg Hilmisdóttir með 12 atkvæðum og auðir seðlar eru 11. Tekur þá til máls Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru áhorfendur hér á pöllunum, kennarar. Mig langar að rétt að ávarpa ykkur, þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið hér í borgarstjórn. Það hefur verið heiður að fá að gegna þessu starfi. Mig langar að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir afar farsælt og gott samstarf líka. Það mikið lán fyrir borgarstjóra að stýra borg sem skipuð svona miklu hæfileikafólki. Það eru forréttindi að fá að gegna þessari stöðu. Á næsta borgarstjórnarfundi förum við aðeins yfir hvernig hefur gengið á þessu kjörtímabili. En mig langar að nota tækifæri hér, óska nýjum meirihluta, velfarnaðar í störfum. Það skiptir máli hvernig stjórnað og mig langar að óska nýjum borgarstjórnar góðs gengis. Til hamingju. Þá hefur Einar Þorsteinsson lokið máli sínu. Tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, óska öllum til hamingju með þennan dag og þakka innilega fyrir sönginn áðan. Þetta óvenjulegur afmælisdagur og óvenjulegir tímar sem við erum stödd á, en ég mjög auðmjúk og þakklát fyrir það traust sem mér sýnt hér að fá að leiða þetta samstarf í borginni sem við höfum mótað utan félagshyggju og við viljum bæta lífsgæði íbúa, munum vinna að því. Við höfum háleit markmið ýmsa hluti sem við munum kynna betur hér á fyrsta fundi borgarstjórnar. Ég vona að við eigum öll gott samstarf. Ég hef átt gott samstarf við alla borgarfulltrúa og á marga vini hér í salnum. Nú það breyttar áherslur en ég vona að við eigum áfram gott samstarf öll saman. Ég stolt af þessum konum sem ég búin að sitja með og mynda meirihluta. Mér finnst ótrúlega leiðilegt að kennaraverkfall skelli á þennan sama dag og í rauninni hvaða dag sem Það ósk eftir? Mér þykir það ótrúlega sorglegt og alvarleg staða sem upp komin hér á Íslandi að þessi deila sé komin í þennan hnút. Það ekkert launungamál að ég studdi miðlunartillöguna og mun íhuga það í framhaldinu. En ég vil bara óska öllum Reykvíkingum til hamingju með nýjan samhentan meirihluta. Við ætlum að kalla okkur samstarfsflokkana, og við höfum eftir að slípa það eins til. Við höfum miklar og metnaðarfullar áætlanir. Ég má ekki segja plan, það búið banna það. Metnaðarfullt plan fyrir næstu mánuði og við hlökkum til að sýna ykkur hvað það sem við ætlum að gera og koma því í framkvæmd. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og þá gengið til þriðja liðar á dagskrá. Fundinum hafa borist 2 tillögur skrifara. Það eru Líf Magneuðdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og til vara Alexandra Brím og Björn Gíslason og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Þá gengið til 4. liðar á dagskrá sem kosning varamanna í forsætisnefnd. Borist hafa 3 listar, SPJFV listi, Helga Þórðardóttir, Andrea Helgadóttir, Alexandra Brím, D-listi Hildur Björnsdóttir, B-listi Einar Þorsteinsson og skoðast þau rétt kjörin í borgarráð í forsætisnefnd án atkvæðagreiðslu. Jafnframt hefur borist tilkynning áheyrnarfulltrúa Viðreisnar en það eru Jóhanna Dýrun Jónsdóttir
og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir til vara. Þá fer fram kosning í borgarráð. Kosnir verða 7 borgarráðsfulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJV-listi, Líf Magneuðdóttir, Skúli Þór Helgason, Sanna Magdalena Mörstudóttir, Dóra Björk Guðjónsdóttir. D-listi, Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, B-listi Einar Þorsteinsson. Og skoðast þau réttkjörin í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Líf Magneuðdóttir, sem telst réttkjörin formaður borgarráðs. Er þá gengið til kosninga varamenn í borgarráð en einnig hafa borist 3 listar. SPJV-listi, Stefán Pálsson, Sabín Lefskov, Andrea Helgadóttir, Alexandra Brím. D-listi, Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir, B-listi, Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Jafnframt hefur borist tilkynning áheyrnarfulltrúa Viðreisnar og Flokks fólksins í borgarráði, en það eru Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og Helga Þórðardóttir og Jóhanna Dýrun Jónsdóttir og Einar Sveinbjörn Guðmundsson til vara. Er þá gengið til 6. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna stofnun breytts hlutverks mannréttinda og ofbeldisvarnaráðs. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins. Alexandra Brím hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, borgarstjórn, ágætu kennarar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að leyfa mér að bregða aðeins út fyrir umræðuefnið með því að þakka kennurunum fyrir að vera hérna með okkur í dag og bara óska ykkur góðs gengis í ykkar kjarabaráttu. Það ekkert launungamál að við studdum tillögunum sem var lögð fram og vonum bara að þetta nái fram að ganga. Við munum ræða það okkar á milli hvernig best að halda áfram með þetta. Ég er hérna að ræða tillögu að því að málaflokkarnir sem nú heyra undir fjölmenningaráð, öldungaráð og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks verði fært inn í nýtt mannréttindaráð sem tæki þá líka við hlutverki mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs. Það væri þá falið forsætisnefnd að vinna nýja samþykkt fyrir ráðið í samráði við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og þessi samþykkt yrði lögð til samþykktar á fyrsta fundi borgarstjórnar í mars og kæmi í stað gildandi samþykktar. Við erum núna í þessum nýja samstarfsmeirihluta að byrja metnaðarfullt starf og það er margt sem við viljum gera betur, margt sem við viljum gera öðruvísi, það eru ýmis tækifæri. En við viljum líka fara vel með fjármuni borgarbúa og eitt af því sem við vildum gera betur til þess að nýta peningana betur er að nýta betur okkur kjörnu fulltrúana og fækka aðeins nefndum sem við sitjum í. En samt helst án þess að draga úr gæðum stjórnsýslu eða gæðum ákvarðanatöku eða gæðum á samráði við íbúa. Ein leið sem okkur datt í hug var einmitt að nýta betur mannréttindaráðið og færa þetta hlutverk þarna inn, þetta fjölmenningaráð, öldungaráð og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Og þannig er ekki dregið úr samráðinu. Þeir fulltrúar sem eru til samráðs fyrir þessa hópa munu ennþá eiga hlutverk og munu koma inn í þetta nýja ráð til samráðs. Nákvæmlega hvernig það er útfært er sett í hendur forsætisnefndar og mannréttindaskrifstofu, mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. En ég leyfi mér að segja að það sennilegt má telja að mannréttindaráð muni skipta niður fundunum sínum með einhverjum hætti þannig að samráðsnefndirnar komi inn á mismunandi fundi og eigi samtal við þá kjörnu fulltrúana. Þá munu þessi samráðshópar vera í samskiptum við þá sama hópkjörna fulltrúa sem að yfirleitt væri þá fólk sem er ofar á listunum heldur en fólk sem hefur verið í samráðsnefndunum hingað til og er svona kannski meira inn í stjórn borgarinnar á hverjum tíma og sá hópur getur þá líka öðlast betri heildar yfirsýn yfir samráðsmálin í borginni heildstætt. Ég tel að þetta sé betri nýting á peningum, betri rekstur, betri nýting á okkar mannauði og geti einfaldlega mjög hæglega verið betra samráð líka, þannig ég held að það veri bara gaman að prófa þetta. En já, það er
mikið af breytingum sem við ætlum að innleiða. Þetta er eina af þeim sem við þurftum að henda í gang akkurat núna, en það verður bara mjög spennandi að kynna fleiri breytingar bæði í dag og á bara allra næstu vikum með ykkur og vonum bara að þetta geti allt saman gengið vel. Ég held að það séu í alvöru allar aðstæður til þess að þetta geti bara verið frekar frábært allt saman. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar og ágætu kennarar. Ég ætla ekki að láta hjá líða í upphafi að gera athugasemd við boðun fundarins. Það er gert ráð fyrir því að borgarstjórnarfundir séu boðaðir með 2 sólarhringa fyrirvara, en það er til afbrigði út frá þessu ákvæði sem gerir ráð fyrir sólarhrings fyrirvara eins og notar þessu tilviki. Og það ákvæði náttúrulega er til þess að ef það kemur eitthvað skyndilegt upp á sem kannski ekki verið séð fyrir afmarkað málefni sem þarf að taka afstöðu til strax, og ég tel að það hafi ekki verið forsenda til þess að víkja frá almenna ákvæðinu 2 sólarhringa undirbúning, en af einhverjum ástæðum var kosið að boða til þessa fundar með aðeins sólarhrings fyrirvara á þessum afbrigðilega fundartíma. Ég verða að óska eftir þögn í salnum. Ég verða að óska eftir þögn í salnum á meðan borgarstjórnarfundurinn fer fram. Og það verður að segjast eins og að það liggja mikilvægar tillögur fyrir fundinum, stjórnkerfisbreytingar sem eru svo sem aldrei einfaldar, og það þarf auðvitað að reifa þar vel. Það fylgja engin gögn tillögu þessa nýja meirihluta varðandi stjórnkerfisbreytingarnar, þannig að nýji meirihlutin hann byrjar ekki vel. Ég held að sé ákveðið lágmark þegar að stjórnkerfisbreytingar sé stað að það séu tillögur það séu reifaðar með eðlilegum hætti, en ég get ekki betur séð en þetta sé fullkomlega vanreifað enda fylgja engin gögn málinu. Og það eru auðvitað grundvallaratriði í allri stjórnsýslu að tillögur stjórnkerfisbreytingar hljóti vandaða málsmeðferð. Í því felst meðal annars að slíkar tillögur séu kynntar með nægilegum fyrirvara til að ráðrúm gefist til að skoða þær og rýna hugsanlega áhrif þeirra á viðkomandi málaflokka sem og stjórnkerfið í heild. Alþjóðlegar viðmiðanir breytingar á opinberum stjórnkerfum kveða á vandaða málsmeðferð. Hún felur í sér að aðilar fái hæfilegan tíma til að kynna sér tillögur breytingar og rýna áður en ákvarðanir eru teknar þær. Einnig er kveðið á ríka samráðsskyldu gagnvart þeim sem fyrirhugaðar breytingar kunna varða áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar. Það er alveg ljóst að það fullnægir ekki í skilyrðum vandaða stjórnsýslu og lýðræðisleg vinnubrögð að leggja fram umfangsmiklar breytingartillögur á stjórnkerfi sveitarfélags með sólarhrings fyrirvara og knýja fram afgreiðslu þeirra án þess að nokkur kostur sé gefinn á lýðræðislegri umræðu um málið nema á þeim fundi þar sem ætlunin er að samþykkja tillögurnar. Fjölmargar spurningar hafa vaknað áhrif umræddra breytingartillagna sem mikilvægt er að verði svarað áður en þær verða samþykktar. Ég vil leggja fram slíkar spurningar og óska eftir skriflegu svari við eftirfarandi álitaefnum áður en fyrirliggjandi tillaga breytt hlutverk mannréttinda og ofbeldisvarnaráðs verður tekin til afgreiðslu. Fyrst er að skoða hvort að tillagan stenst hreinlega ákvæði laga málefni aldraðra og laga félagsþjónustu sveitarfélaga. Í lögum málefni aldraðra er til að mynda kveðið á að í hverju sveitarfélagi skuli starfa formlegur samráðsvettvangur nefnist öldungaráð. Og þar er fjallað þjónustu við aldraða og framkvæmd og þróun öldrunarmála í sveitarfélaginu. Í 7. grein lagana er kveðið á að í öldungaráði eða þeirri nefnd sem sinni því verkefni skuli sitja 3 fulltrúar tilnefndara félagi eldri borgara auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni. Það er ekki ljóst af fyrirliggjandi tillögu hvernig ákvæði 42. greinar laga félagsþjónustuna verði fullnægt þar sem kveðið á lagaskyldu sveitarfélags að hagsmunasamtök fatlaðs fólks skuli tilnefna 3 fulltrúa til setu á samráðsvettvangi sem nú lagður verði niður samkvæmt fyrirliggjandi tillögu. Það verður ekki annað ráðið af þessum lagagreinum en að í nýju mannréttindaráði sem verður eitt að fara á borgarinnar muni nokkrir einstaklingar utan borgarstjórnar sitja með full réttindi sem ráðsmenn í málefnum sem tengjast þeirra sérsvið ekki nema takmörkuðu leyti. Eða hvað? Það var ekki ljóst af ræðu Alexandru Brím borgarfulltrúa hvernig þetta yrði. Þar kom
Þar kom fram, takk fyrir það, þar kom fram að ekki var ætlunin að draga úr samræðinu sem mjög erfitt að sjá að gerist ekki með því að leggja niður 3 ráð með okkar notendahópum og ýmsir myndu segja að þarna eru 3 hópar sem stundum eru kallaðir viðkvæmir, sem eldri borgarar og fatlaðir og svo fjölmenningarhópurinn. Að það er erfitt að trúa því að það sé góð byrjun hjá nýjum meirihluta að leggja niður formlegan samráðsvettvang við þessa hópa þar sem þeir tilnefna sína fulltrúa. Og það var ekki ráðið af ræðu Alexöndru Briem borgarfulltrúa hvernig þessum málum eru fyrir komið, en hún sagði þó að það yrði örugglega gaman að prófa þetta. Fjölmenningarráðið, öldungaráðið og aðgengis- og samráðsnefndin í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík hafa árabil og hver með sínum hætti verið mikilvægur samráðsvettvangur og bein tenging milli borgarstjórnar og notenda í áðurnefndum málaflokkum. Þessi notendahópar hafa tilnefnt fulltrúa sín í þessi ráð og þannig öðlast mikilvægan aðgang að kjörnum fulltrúum og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Og svo spurningi vaknar hvort að það sé, eins og ég gat hér áðan, hvort að það sé fyrirhugað að umræddir hópar fái með sama hætti og áður að tilnefna fulltrúa í nýtt mannréttindaráð og öðlist réttindi til setu þar. Það er fjölmörgum spurningum ósvarað ágætu borgarfulltrúar og við hljótum að geta gert þá kröfu til sjálfra okkar og til borgarstjórnar að það sé ekki annað út í stjórnkerfisbreytingar með flumbru gangi og í óða goti, helst ekki, enda ef það er eitthvað sem við í borgarstjórn höfum reynslu af, þá eru það stjórnkerfisbreytingar. Það hefur verið mjög mikið stjórnkerfisbreytingar, sumir segja of mikið, ætla ekki að dæmi það, en á þessari löngu vegferð og á þessum fjölmörgu stjórnkerfisbreytingur sem við höfum gengið í gegnum, þá höfum við þó tekist á það í þessum sal, hvort það sé nægilega vel staðið að verki, talað ýmsar leiðbeiningar frá Feneyjanefndinni og hinum með þessum alþjóðlegum samtökum og ég hélt að væri komin svona konsensus það að menn myndu flýta sér hægt þegar stjórnkerfisbreyting væri annars vegar og að minnstakosti gefa ráðrúm, kjörnum fulltrúum ráðrúm til að kynna sér málið, ekki bara sólarhrings fyrirvara og notendum kost á að gefa umsögn og hagsmunaaðilum áður en endanleg ákvörðun er tekin. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum því til að afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu breytt hlutverk mannréttinda og ofbeldisvarna ráðs verði frestað og henni vísað til skoðunar í forsætisnefnd sem og til umsagnar helstu hagsmunaaðila sem fyrirhuguð breyting varðar. Það minnsta sem við getum gert ef við breytum stjórnkerfinu, borgarfulltrúar góðir, er að vanda málsmeðferðina og ég vona að svo verði gert í þessu tilviki með því að samþykkja þessa málsmeðferðartillögu okkar sjálfstæðismanna. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar, borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, ég gleður mig að upplýsa borgarfulltrúan Kjartan Magnússon það að samkvæmt mínum bestu upplýsingum svarið við efasemdum hans eða spurningum hans lögmæti þessara tillögu já í öllum tilfellum. Það er að segja að þetta er ekki til fyrirstöðu að gera þetta með þessum hætti og uppfylla okkar lagaskyldur með þessum hætti. Þetta mun verða ávarpað í samþykktinni og ég bara ítreka það að það er ekki verið að leggja þessar nefndir niður, heldur verið að færa hlutverkið þeirra á annan stað sem að mun samt klárlega vera samráðsnefnd sem að uppfyllir þessi skilyrði og að það náttúrulega nákvæmlega hvernig það verður útfært er ekki ákveðið fyrir en við samþykkjum nýjar samþykktir og það mun alveg vera unnið í forsætisnefnd og borgarfulltrúar mun geta fylgst með því ferli og tekið afstöðu til þeirra samþykktarbreytingar þegar hún er tilbúin. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið því að veita ansvar og óskar þá eftir því að svara ansvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Alexandru Briem borgarfulltrúa fyrir svarið og hér er stjórnkerfisbreytingu að ræða. Þetta er ekkert smámál og ég myndi vilja fá betri og skýrari svör og ég myndi vilja fá sjá lögfræðiálit og álit þar sem er farið yfir þetta af borgarlögmanni. Ég vil ekki bara hafa orð eins borgarfulltrúa þótt ágætur sé fyrir að þetta standist líklega bara lög.
Ég er ekki viss að þetta sé í samræmi við lögin og anda þeirra og þess vegna held ég að sé rétt að fá lögfræðálit. Mér finnst að lágmark er stjórnkerfisbreyting og það er óskað eftir skriflegum svörum og jafnvel lögfræðiáliti að það sé orðið við því. Það er svona lágmark, það er eiginlega ekki hægt að vanda minna til málsmeðferðar heldur en það. Og það er ljóst að svona breyting getur haft margvísleg áhrif og þess vegna þurfum við að ræða hvaða áhrif þetta geti haft. Það er svo ákvörðun sem við að taka hér í dag áður en ákvörðunin tekin, ekki eftir hana. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið því að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ef að ég hefði hent fram samþykkt skrifaðri á handabakið á mér á milli funda í dag, þá ætti þessi gagnrýni klárlega rétt á sér en ljósi þess að tillagan er að fela forsætisnefnd að vinna samþykkt og þar verði gætt að þessum fyrirvörum sem að nefndir eru, þá sé ég ekki að vandamáli sé þannig vaxið að það þurfa að fresta þessari tillögu. Við einfaldlega gerum ráð fyrir því að ef að það eru einhverjir vankantar þá komið þeir í ljós í meðförum forsætisnefndar. Borgarfulltrúinn Alexandra Brím hefur lokið því að veita ansvar og svarar þá borgarfulltrúinn í annað sinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nei, ég myndi ekki held ég krefjast þess af neinum borgarfulltrúa að hann myndi á einu sólarhring hrista fram úr erminni lögfræðiálit varðandi þessa breytingu, hvort hún stenst lög eða ekki. En einmitt þess vegna var hugtakið vöndu málsmenni fundin upp. Það var til þess að menn væri ekki að taka á stuttum tíma, kannski einu sólarhring, viðamiklar ákvarðanir, heldur að þeir fengju tíma til að skoða þetta, hendi þess á milli sín, ráðfæri sig við lögfræðing og fleiri og það er alveg ljóst að okkur borgarfulltrúum og þaðan að síður þeim samtökum sem tilnefna fulltrúa í viðkomandi ráð hefur gefist nokkur tími til þess og ekki eru nein fylgigögn sem fylgja. Þannig að já, því miður, þetta eru handarbaksvinnubrögð en það er hins vegar ekkert að því að kasta fram tillögu sem er síðan tekið til skoðunar en það væri algjör handarbaka vinnubrögð sem væri ekki góð verk nýs meirihluta að fara í slíka vegferð, að samþykkja slíka tillögu án þess að slík gögn liggi fyrir og án þess að skoðun og rýni liggi fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið því að veita ansvar og telst ansvörum þá lokið og hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að óska nýjum meirihluta velfarnaðar í sínum störfum í þágu borgarbúa. Það er hagsmunir okkar allra að Reykjavík nái árangri fyrir framtíðina. Og ég vona að við sem sitjum í þessum sal getum hér eftir sem hingað til unnið saman að málefnum fyrir borgarbúa. Nú stendur til að sameina málaflokka sem heyra undir fjölmenningaráð, öldungaráð, samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í nýtt mannréttindaráð sem tekur við af mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði. Leið og ég fagna því að þeir flokkar sem nú mynda nýjan meirihluta í borginni vilji fara það verkefni að endurskoða þessi ráð, sérstaklega í ljósi þess að þær sömu flokkar sem skipuðu síðasta meirihluta hafa ekki verið til í að gera það hingað til. Þá vil ég varpa upp 3 spurningum. Í fyrsta lagi, hvernig fyrirkomulag þess samráð sem þessar 3 nefndir eiga að sinna verður háttað? Í tillögunni kemur ekki fram hversu oft samráðsfundir með hagsmunaaðilum skulu vera haldnir en þessar nefndir hafa fundað að jafnaði einu sinni í mánuði. 2 þessara nefndar eru lögbundnar samráðsnefndir. Sveitarfélögum er þannig skylt að starfrækja annars vegar öldungaráð samkvæmt 2. málsgrein 38. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og hins vegar samráðshóp málefni fatlaðs fólks samkvæmt 2. málsgrein 42. grein sömu laga. Í báðum þessum greinum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga kemur fram, með leyfi forseta, í lágmarki skuli í þessum lögbundum nefndum sitja 3 fulltrúar kosnir af sveitarstjórn og 3 fulltrúar tilnefndir af hagsmunasamtökum. Það er því mikilvægt að spyrja hvernig skipan ráðsins verður og hvort það hafi verið kannað hvort þetta fyrirkomulag standist ákvæði lagana. Og ef svo er, eins og borgarfulltrúinn Alexandra Brím komin á áðan, þá óska ég eftir því að fá skriflegt lögfræðilegt álit þess efnis. Í öðru lagi
óska ég eftir að vita hvort það hafi verið rætt við samráðsnefndirnar, það þá hagsmunaaðilar sem eiga sæti í þessum nefndum og veita eiga lögbundið samráð hvernig fyrirkomulaginu verði háttað og hvort tryggja eigi að samráði verði háttað og hvernig tryggja eigi að samráði verði háttað í framhaldinu. Við þessari spurningu væri gott að fá frekari skýringu, einkum í ljósi þess að þeir flokkar sem skipa nýjan meirihluta hafa ítrekað kallað eftir auknu samráði við hagsmunasamtök þegar sambærilegar ákvarðanir hafa verið teknar áður. Síðasta sólarhringinn hefur fengið skilaboð frá eldra fólki sem hefur rifjað upp með mér baráttu fyrri kynslóða fyrir öldungaráði. En ein þeirra sem sendi mér skilaboð sagðist óttast að eldra fólk yrði niðursetningar í mannréttindaráði. Það því mikilvægt að tilhögun samráðsins liggi skýrt fyrir áður en farið í svona veigamikla breytingar á lögbundnum ráðum. Það má segja að þessi tillaga beri merki fljótfærni. Í þriðja lagi velti ég fyrir mér ef færa á þessa málaflokka undir fagráð, hvort það væri ekki heppilegra að færa þá undir velferðarráð. Í hið minnsta öldungaráð og samráðsnefnd málefni fatlaðs fólks, vegna þess að þetta eru málaflokkar sem heyra undir það fagráð. En eins og borgarstjórn kunnugt fyrir velferðarráð með verkefni félagsmálanefndar og húsnæðisnefndar og það skal móta stefnu í velferðarþjónustu svo sem félags-, heilbrigðis-, húsnæðis- og öldrunarmálum. Mannréttinda- og ofbeldisvarnir í núverandi mynd fer hins vegar með verkefni í samráði við mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og verkefni jafnréttisnefndar samkvæmt lögum. Í ljósi þessa þá ekki eðlilegt að ef færa á þessa málaflokka að þeir séu færðir undir velferðarráð í stað mannréttindaráðs. Forseti, umrædd tillaga sem snertir meðal annars lögbundið hlutverk okkar sem sveitarfélags lögð til afgreiðslu borgarstjórnar með sólarhrings fyrirvara, án greinargerðar og þar með rökstuðnings. Og því óska ég eftir því að þeir fulltrúar sem leggja fram tillöguna svari þessum 3 spurningum áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir hagsmunaaðilar sem eiga hér undir eiga það skilið og lokum með sömu rökum þá vil ég taka undir tillögu Sjálfstæðisflokksins að frestun þessara afgreiðslu þar til þetta liggur skýrt fyrir. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og óskað hefur eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Oft hefur mér verið sagt það að þegar fólk grípur í einhverja lagaútskýringar þá það vegna þess að það rökþrota í pólitík. En gott og vel, látið það liggja milli hluta. Það einfaldlega þannig að við ákváðum að búa til fagráð sem heitir mannréttindaráð og sameina þau notendaráð sem sannarlega lögbundin skylda til þess að halda úti. Það jafnréttisnefnd sveitarfélagsins, það samtal við eldri borgara eða eldra fólk og það svokallað aðgengisnefnd, við köllum hana aðgengisnefnd hér í Reykjavíkurborg, en þetta samráð við fatlað fólk. Inn í þetta ráð koma síðan önnur verkefni sem líka hafa tilheyrt þessu ráði og þetta meðal annars hluti af sparnaðartillögu okkar hér sem hafa myndað nýtt samstarf og ekki bara sparnaðartillaga, heldur líka verður verkefnið bara mjög þétt. Og það hægt að gera þetta með ýmsum hætti. Þú getur fundað oftar í viku, formaður getur kallað til fundar oftar en hefur verið gert hingað til og þá bútað niður. Fyrst í samtali við aðgengisnefndina, svo í samtali jafnréttismálin í borginni, síðan í samtali við lögregluna, það ofbeldisvarnanefndin og kolli. Þannig að þetta bara mjög hagkvæmt, þetta verður þétt ráð, það verður mikið af verkum með það og það þarf kanónunum til þess að stýra þessu og það þarf fólk sem brennur raunverulega fyrir mannréttindum, allra borgarbúa og tilbúin til þess að leggja mikið á sig til þess að raungera þetta samtal sem hefur verið kallað ítrekað eftir. Þannig að núna erum við komið með mjög öflugan vettvang og launasparnað, það verður bara að segjast það. Og ef ekki að byrja á sjálfum sér, þegar maður að rýna kerfið, hvar gott að hagræða, þá það auðvitað í stjórnkerfinu. Auðvitað hægt að fá þetta lögfræðiálit, það bara sjálfsagt að kalla eftir því, en ég legg til að þessi málsmeðferðartillaga Sjálfstæðisflokksins verði felld. Það borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir því að veita ansvar. Veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur fyrir sína ræðu. Ég er ósammála því að þetta sé rökþrot að tala hvort að það sé löglegar heimildir til þess að ráðast í þessar aðgerðir. Hér var ég einungis óska eftir skýringu á lögmæti, samráði við þau hagsmunasamtök sem hér eiga undir og það snertir beint og þá borgarbúa í því samhengi. Og hvers vegna þetta fært undir mannréttindaráð en ekki velferðarráð þar sem að þetta kannski á betur heima undir sérstaklega öldungaráð og svo samráðsnefnd fyrir fatlað fólk. En ég er alveg ósammála að þessi rökþrjótandi að fagna í þessum breytingum en hefði kannski vilja að hún væri aðeins meira vönduð og ekki sett fram í svona miklu fljótfærni. Það er borgarfulltrúin Magna Gná lokið því að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég þakka kærlega fyrir þessa spurningu. Þetta var auðvitað skoðað á okkar fundum og þannig er mál með vexti að velferðarráð hefur nógu sinni kunnu. Þannig að þetta eru svokölluð notendaráð, þetta er samráðsvettvangur þar sem að samtal fer fram. Þannig að okkur fannst best að gera eitt stórt ráð, fagráð með þessum þáttum þar inni. Líka til þess kannski að vera ekkert að íþyngja of velferðarráði og vinnunni þar og velferðarsviði sem hefur nú að gera eins og borgarfulltrúin veit. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur lokið því að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur fyrir sitt svar en vantar ennþá svar við því hvort það hafi ekki verið eðlilegra að eiga í samráði við þessi hagsmunasamtök áður en að það ráðist í það að leggja niður þessa nefndir. Í raun og veru eru það staðan þannig að það er verið að leggja niður nefndir áður en eitthvað annar tekur við eða sko áður en það er búið að útfærsla fyrirkomulagið í þessu samráði sem er lögbundið og það þykir mér ámælisvert. Ég hefði kannski viljað að þetta verið gert kannski á sama tíma að við séum ekki með óútfærta fyrirkomulag á svona lögbundu samráði og nú hafa þessir flokkar sem eru núna í meirihluta ítrekað langt fram tillögum samráð áður en við tökum svona ákvarðanir. Þannig að ég spyr, hefði ekki átt að eiga þetta samtal áður en að það er lagt til án þess að fyrirkomulagi fyrir? Borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir hefur lokið því að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, mér er ljúft og skylt að segja hér og leiðrétta að nefndirnar eru ekki lagðar niður nema síður sé. Það eru eldar þarna inn í mannréttindaráði og sveitarfélögum er sjálfvald sett hvernig þau stýra fyrirkomulagi á þessum lögbundnum nefndum þannig að ég tel okkur verið í fullu rétti til þess að gera þetta. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur lokið því að svara ansvari og hefur borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir óskað eftir því að veita stutta athugasemd. Já, forseti, takk fyrir. Ef það verður misskilist þá er ég ekki að segja að þau eru lögð niður en það sem ég var að leggja áherslu á er þau eru sko lögð niður í þeim skilningi að það er ekki komið fyrirkomulag hvernig þau munu starfa í nýrri nefnd. Þannig að þau eru komin inn í þá nýja nefnd ef þessi tillaga er samþykkt án þess að sé bara útfæra hvernig samráði sem er lögbundið í þessi tveimur nefndum eigi að fara hérna fram og það tel ég ekki verið vandað stjórnsýslu og hefði viljað að það legi fyrir fram. Magna Gná Jóhannsdóttir hefur lokið því að veita stutta athugasemd. Ég vek athygli á því að stuttar athugasemdir eru fundarsköp en Líf Magnúsdóttir hefur telst á ansvörum undir þessum liði lokið og Friðjón R. Friðjónsson hefur óskað eftir því að veita ansvar. Forseti, ég verð að viðurkenna að mér bregður svolítið við en kemur kannski ekki sérstaklega óvart að fulltrúi Vinstri grænna telji það að fara að lögum og spurningar lög séu einhvers konar pólitískt rökþrot, sérstaklega í ljósið þess að tveir síðustu formenn þess ágæta flokks fengu báður á sig dóm fyrir brot á lögum. Þannig að það er svo sem ekkert úr háum söðla falla þar. En það er furða að það sé tekin ákvörðun hérna það að án skýringa að leggja eða fella þessi hlutverk þessara nefnda, þessara samráðsvettvanga inn vegna þess að það verður ekki annað lesið af lögunum en að í nýrri nefnd þurfi að sitja 7 fulltrúar
4 um málefni fallara og 3 um málefni aldrara og fjalla þannig um óskyld málefni. Á meðan ég hlakka til þess að fá... Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið því að veita ansvar, minni ég á að virða tímamörkin og hefur óskað að svara ansvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, það er gaman að heyra að Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, er bæði dómari og lögmaður. Ég held reyndar að hann væri menntaður annað. En gott og vel, láta það liggja milli hluta vegna þess að upptalningin sem að hann nefnir verður útfærð. Þannig að það verður ekki rof í störfum nýs mannréttindaráðs. Við munum taka fyrir samþykktirnar í forsætisnefnd fyrir fundinn 4. mars. Það er tímalínan sem við erum með, sjáum hvort við náum því ekki. Og þá verður það þannig að þessi notendaráð, eins og borgarfulltrúinn nefnir, jafnréttisnefndin, aðgengisnefndin, öldungaráðið og svo framvegis, funda þá með sínu mannréttindaráði hvert í sínu lagi. Þetta verður ekki ráðstefna eins og hefur til dæmis verið í skóla- og frístundaráði, heldur verður þessu vandlega fyrir komið og skipt þannig að allir fái að koma sínu að eins og lögin gera ráð fyrir. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur lokið því að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það sem blasir við að þessu er að þetta er fullkomlega óútfært og eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon minntist á áðan, sleifarlag og handabaksvinnubrauð. Það er áfellisdómur, finnst mér, yfir þessum meirihluta sem að núna hefur myndast að vinna málin ekki betur heldur en raun ber vitni. En gott og vel, við hlökkum til þess að fjalla þessi mál og fá nýjar samþykktir fyrir nýtt mannréttindaráð. En ég óska þess bara að það verði farið að lögum þó að Vinstri grænum sé yfirleitt að þvert geð. Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið því að veita ansvar, svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, það er það sem að borgarfulltrúinn heldur, að við höfum bara setið með hendur í skauti. Það er bara alls ekki þannig og þetta samstarf er síður en svo að hrakfara hraufast með einhver mál sem eru mikilvæg og mannréttindaráð. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur lokið því að veita ansvar öðru sinni, telst ansvörum lokið undir þessum lið og óskað hefur eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Forseti, ég ætla nú bara að fara í stutt ansvarendar, en mér finnst þetta væga sagt dapurleg byrjun hjá félagshyggjuflokkunum öllum saman að ætla að kötta svona á samráðið án þess að fyrir liggi útfærðar tillögur um það hvað taki við. Það er ansi hætt við því að verði rof á þjónustu eða samráði við þessa hópa sem ræðir og það er ekki eitt grín að byrja á því að stunda lögbrot ef að það kemur upp úr kafinu að er raunin. Þannig að mér finnst það ósköp eðlileg og hófstillt tillaga að við fáum lögfræðilegt álit á þessari tillögu og legg til að afgreiðslu hennar verði frestað eins og fram hefur komið. Það er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga undir þessum lið sem er svo hljóðandi. Lagt er til að afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu breytt hlutverk mannréttinda og ofbeldisvarnaráðs verði frestað og henni vísað til skoðunar í forsætisnefnd sem og til umsagnar helstu hagsmunaaðila sem fyrirhuguð breyting varðar og greinargerð fylgdi.
Og þá gengið til atkvæða málsmeðferðartillöguna. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið slíkt merki. Þau sem eru andvíg og einhver sem situr hjá. Já. Málsmeðferðartillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Þá gengið til afgreiðslu tillöguna. Þau sem eru samþykk henni vinsamlegast gefið merki. Þau sem eru á móti. Einhver sem situr hjá. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna á móti atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðsluna. Þá gengið til 7. liðar á útsendri dagskrá og fer fram kosning í mannréttindaráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJFV listi, Sabine Lefskov, Guðný Maja Riba, Magnús Davíð Nordal, Ásta Þórdís Skjaldal, D-listi Friðjón Friðjónsson, Björn Gíslason, B-listi Magna Gná Jóhannsdóttir. Og skoðast þau rétt kjörin í mannréttinda- og lýðræðisráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins Sabine Lefskov og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og telst það samþykkt og þá gengið til kosninga varamenn í mannréttindaráð en einnig hafa borist 3 listar. SPJFV listi, Ellen Kalmon, Ólöf Helga Jakobsdóttir, Oktavía Guðrúnar Jóns, Líf Magnúdóttir, D-listi, Helga Margrét Marseliusardóttir, Þorkell Sigurlaugsson, B-listi Þorvaldur Danielsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í mannréttindaráð án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 8. liðar á dagskrá og fer fram kosning í menningar- og íþróttaráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 2 listar, SPJFV listi, Skúli Þór Helgason, Sara Björg Sigurðardóttir, Kristinn Jón Ólafsson, Stefán Pálsson, D-listi Kjartan Magnússon, Friðjón Friðjónsson og B-listi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Og skoðast þau rétt kjörin í menningar- íþróttaráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Skúli Þór Helgason, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá það samþykkt. Þá gengið til kosninga varamenn í menningar- og íþróttaráð en einnig hafa borist 3 listar. SPJFV listi, Birkir Ingibjartsson, Ólöf Helga Jakobsdóttir, Oktavía Guðrúnar Jóns, Líf Magnúdóttir, D-listi Birna Hafstein, Helga Margrét Marseliusardóttir, B-listi Ásta Björg Björgvinsdóttir. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í menningar- og íþróttaráð án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 9. liðar á dagskrá og fer fram kosning í skóla- og frístundaráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJFV listi, Helga Þórðardóttir, Alexandra Brím, Sabine Lefskov, Stefán Pálsson, D-listi Marta Guðjónsdóttir, Helgi Ás Gretarsson, B-listi Árelía Eydís Guðmundsdóttir.
og skoðast þau réttkjörin í skóla- og frístundaráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Helga Þórðardóttir, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Er þá gengið til kosninga varamenn í skóla- og frístundaráð, en einnig hafa borist 3 listar. SPJF-listi, Einar Sveinbjörg Guðmundsson, Magnús Davíð Nordal, Ellen Kalmon, Líf Magnauðdóttir. D-listi, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Sandra Hlíf Ókares. B-listi, Ásta Björg Björgvinsdóttir. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í skóla- og frístundaráð án atkvæðagreiðslu. Þá er gengið til 10. liðar á dagskrá og fer fram kosning í stafrænt ráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJF-listi, Alexandra Brím, Kristinn Jón Ólafsson, Andrea Helgadóttir, Einar Sveinbjörg Guðmundsson. D-listi, Björn Gíslason, Friðjón Friðjónsson. B-listi, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, og skoðast þau réttkjörin í stafrænt ráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Alexandra Brím, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Er þá gengið til kosninga varamenn í stafrænt ráð, en einnig hafa borist 3 listar. SPJF-listi, Oktavía Guðrúnar Jóns, Tinna Helgadóttir, Ásta Þórdís Skjaldal, Pétur Marteinn Urbansik. Vona að ég sé að bera nafnið rétt fram. D-listi, Sandra Hlíf Ókares, Þorkell Sigurlaugsson. B-listi, Ásta Björg Björgvinsdóttir. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í stafrænt ráð án atkvæðagreiðslu. Þá er farið í 11. lið á útsendri dagskrá. Þá er gengið til kosninga í umhverfis- og skipulagsráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJF-listi, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Ásta Þórdís Skjaldal, Hjálmar Sveinsson, Einar Sveinbjörg Guðmundsson. D-listi, Hildur Björnsdóttir, Kjartan Magnússon. B-listi, Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Og skoðast þau réttkjörin í umhverfis- og skipulagsráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Dóra Björt Guðjónsdóttir, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Er þá gengið til kosninga varamenn í umhverfis- og skipulagsráð, en einnig hafa borist 3 listar. SPJF-listi, Alexandra Brím, Andrea Helgadóttir, Birkir Ingi Bjartsson, Sara Björg Sigurðardóttir. D-listi, Marta Guðjónsdóttir, Björn Gíslason. B-listi, Þorvaldur Danielsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í umhverfis- og skipulagsráð án atkvæðagreiðslu. Jafnframt hefur borist tilkynning áheyrnarfulltrúa Viðreisnar og Vinstri grænna í umhverfis- og skipulagsráði, en það eru Jóhanna Dýrun Jónsdóttir og Líf Magnauðdóttir, og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og Stefán Pálsson til vara. Þá er gengið til 12. liðar á dagskrá og fer fram kosning í velferðarráð. Kosnir verða 7 fulltrúar til 4 ára, til loka kjörtímabilsins og 7 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJF-listi, Sanna Magdalena Mörstudóttir, Magnús Davíð Nordal, Guðný Maja Rípa og Sara Björg Sigurðardóttir. TC-listi, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Helgi Ás Gretarsson. B-listi, Magna Gná Jóhannsdóttir. Og skoðast þau réttkjörin í velferðarráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Sanna Magdalena Mörstudóttir, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt.
þá gengið til kosninga varamenn í velferðarráð en einnig hafa borist 3 listar. SPJF listi, Ásta Þórdís Skjaldal, Alexandra Brím, Ellen Kalmon, Pétur Marsteinn Urbanskegg. DC listi, Sandra Hlíf Ókares, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. B-listi, Þorvaldur Danielsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í velferðarráð án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 13. liðar á dagskrá kosning í almannavarnanefnd. Borgarstjóri sjálfkjörinn í almannavarnanefnd en að auki hefur borist 1 tilnefning Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur sem telst réttkjörinn fulltrúi í almannavarnanefnd án atkvæðagreiðslu. Afsakið, forseti óskar eftir 2 mínútna fundarhlé til þess að fara yfir stöðuna. Þá hefur búið að lagfæra þetta. Við erum hér að ganga til 13. liðar á dagskrá kosning í almannavarnanefnd. Borgarstjóri sjálfkjörinn í almannavarnanefnd en að auki hefur borist 1 tilnefning Líf Magnudóttur sem telst réttkjörinn fulltrúi almannavarnanefnd án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 14. liðar á dagskrá og fer fram kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð. Kosnir verða 5 fulltrúar og 5 til vara. Borist hafa 3 listar, SPJF listi, Andrea Helgadóttir, Kristinn Jón Ólafsson, Hjálmar Sveinsson. D-listi, Björn Gíslason, B-listi, Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Og skoðast þau réttkjörin í innkaupa- og framkvæmdaráð án atkvæðagreiðslu. 1 tillaga hefur borist formann ráðsins, Andrea Helgadóttir, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá það samþykkt. Þá gengið til kosninga varamenn í innkaupa- og framkvæmdaráð en einnig hafa borist 3 listar. SPJF listi, Stefán Pálsson, Oktavía Guðrúnar Jóns, Pétur Marsteinn Urbanskegg. D-listi, Birna Hafstein, D-listi Birna Hafstein, B-listi Þorvaldur Danielsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í innkaupa- og framkvæmdaráð án atkvæðagreiðslu. Þá gengið til 15. liðar á dagskrá og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri grænna að leysa íbúðaráð frá störfum og að fresta kosningum í íbúðaráð. Þá hefur óskað eftir því að taka til máls borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Til hamingju með daginn. Ég hér til að gera grein fyrir áherslum í nýju samstarfi Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Vinstri grænna þegar kemur að lýðræði og samráði. Það sem ég kann vel að meta við þetta nýja samstarf sem djörfung og dugur sem í okkur býr. Við þorum að taka stór skref og velja það sem rétt fram fyrir það sem vinsælt. Fara á dýptina frekar en að svamla á yfirborðinu með einungis skammvinnan ávinning í farteskinu.
Við ætlum að efla beint og millileiðalaust samtal við íbúa alla borg með nýjum og fjölbreyttum lýðræðislegum leiðum. Borgaraþing nýtt lýðræðisverkefni sem hefur gefist afar vel og skila miklum upplýsingum til borgarinnar umrædd málefni. Og við viljum nýta það meira. Við viljum fjölga borgaraþingum, vera í beinni tengslum við foreldrafélög, íbúasamtök og fólki í hverfunum umhverfið sitt og sína sín þróun borgarinnar. Í þessu felast ótvíræð tækifæri. Í samhengi við þessa vinnu ætlum við að leyfa íbúaráðunum að hvíla út kjörtímabilið og fela stafrænu ráði sem fer með lýðræðismál borgarinnar að halda utan hlutverk ráðanna í samvinnu við sérstakan samráðsfulltrúa. Við ætlum að prófa að fara nýjar leiðir og ef við sjáum eftir því, þá ekki flókið mál að kjósa aftur í ný íbúaráð strax á næsta ári. Það alltaf leið að prófa nýjar leiðir, gera tilraunir og sjá hvernig okkur tekst best til. Það ekkert launungamál að ég hef varið ómældum tíma í að efla lýðræðið í borginni. Ég fór fyrir nýri lýðræðisstefnu Reykjavíkur og endurskoðun íbúaráðanna í þeirri viðleitni að efla þau og það hefur að vissu marki tekist, að vissu leyti ekki. Það heldur ekkert launungamál að þetta fyrirkomulag íbúalýðræðis hefur verið gagnrýnt öturlega og stundum hefur orðinu sýndarsamráð verið flaggað í samhenginu. Við tökum þessari gagnrýni alvarlega og viljum þess vegna prófa nýjar leiðir og verja þessum 75 milljónum sem íbúaráðin hafa sannarlega kostað á annan og nýjan hátt og ná markmiðum samráð við íbúa með skilvirkari og beinni leiðum. Það ábyrgðarhluti ef þú brennur fyrir lýðræðinu og velferð borgarbúa að taka góðar ákvarðanir hvernig farið með það fé sem varið í lýðræðisverkefni og það okkar vilji að prófa aðrar leiðir sem gætu gefið betri innsýn inn í skoðanir íbúa, félaga og íbúasamtaka, barna sem og foreldra. Margir fulltrúar íbúaráðanna hafa staðið sig frábærlega og vil ég þakka fráfarandi fulltrúum kærlega fyrir velunnin störf. Við viljum sem sé skapa vettvang fyrir íbúan í hverfunum til að hafa skoðanir á sínu hverfi en einnig einstökum verkefnum sem í undirbúningi og stórum fjárfestingaverkefnum. Við viljum auk borgarþinga nýta okkur íbúakannanir og hlusta. Önnur lýðræðisleg þróun sem við ávörpum í okkar sáttmála nýr og öflugur samvinnu og samráðsvettvangur fjölbreytta hópa í nýju og öflugu mannréttindaráði. Það sem eldra fólk, fatlað fólk og innflytjendur eiga sæti. Sá hefur verið til umfjöllunar fyrr í dag. Lögð áhersla á öflugt samráð hagsmunaaðila beint við borgarfulltrúa sem geta haft víðtæk áhrif á verkefnin sem til umfjöllunar eru. Þar ætlum við áfram að hafa vettvang fyrir okkar hagsmunasamtök í þágu fatlaðs fólks, eldra fólks og fólks af erlendum uppruna. Það ekkert verið að leggja það niður, það af og frá. Við ætlum að styrkja þetta samtal. Það okkar markmið hér í dag. Eina sem breytist að sætunum fyrir okkar ágætu borgarfulltrúa eins ágætur við svo sem eru og varaborgarfulltrúa fækkar sem sparar einhverja peninga. Kostnaður og laun borgarfulltrúa hefur verið gagnrýnt mikið, sér í lagi af fulltrúum Sjálfstæðisflokks sem hljóta þá að fagna þessu. Þarna fáum við öflug lýðræðisverkefni, aukna skilvirkni, beinna á millileiðalausara samtal leið og betur farið með fé. Gott mál. Við ætlum líka að formgera reglulegt samtal við verkalýðshreyfinguna á vettvangi borgarinnar. Þetta eitthvað sem við höfum mikinn áhuga á, lýðræði og samráð, prófa verkefni sem virka, sem skila árangri fyrir fólkið, sem að gerir fólkinu kleift að hafa raunveruleg áhrif á verkefnin. Við viljum hlusta. Það hefur verið talað íbúaráðin að það skrítið að leggja þau niður og skrítið að Píratar vilji það. Við Píratar viljum skila árangri. Við viljum að verkefnin skila árangri. Við viljum að peningunum sé vel varið. Við viljum að peningunum sem varið í lýðræði nýtist fyrir lýðræðið á sem bestan hátt. Margar nýjungar, mörg tækifæri, djörf skref í þá öflugs samráðs og verkefna sem virka.
þar sem líka litið í hverja krónu. Það sannarlega í okkar anda. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og óskað hefur eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að óska nýkjörnum borgarstjóra og forsta borgarstjórnar sem og fólki í fagráðum og forminu þeirra til hamingju með kjörið. Ég vil þó gera athugasemd varðandi þessa ræðu að nýr forseti ekki byrja vel. Það hafa verið höfð upp orð það síðustu vikur að nýri meirihluti ætli ekki að vinna á forsendum meirihluta og minnihluta, heldur koma fram með eitthvað svona jafnrétti gagnvart öllum borgarfulltrúum. En tvisvar í dag þá hef ég beðið orðið og verið fyrstur til að beðið orðið, en forseti hefur ekki þóst sjá það, heldur farið eftir pólitísku gert mannamun eftir pólitískum línum, hver fær fyrstur að mæla. Það er sem sagt það pólitíska handriti sem ræður en ekki hver beðið fyrstur orðið, og þeir forsetar sem gera slíkt, þeir eru ekki hlutlausir, en forseti á að vera hlutlaus, og ég harma þessi vinnubrögð að fólk sem talar alltaf breyta, það dettur beint í það að vinna eftir pólitísku handriti og gera upp á milli fólks, borgarfulltrúa eftir flokkslínum. En ég hef komin hingað upp til að fjalla þessa tillögu nýs meirihluta að leysa sitjandi íbúðaráð frá störfum og fresta kosningum í ný íbúðaráð. Og þarna þetta svona leysa frá störfum, þetta svona fínt orð yfir það að leggja íbúðaráðin niður, að minnsta kosti út kjörtímabilið. Og ég kynni með leyfi forseta svohljóðandi málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt til að fyrirliggjandi tillögu að leysa öll sitjandi íbúðaráð í borginni frá störfum og fresta kosningum í ný íbúðaráð verið frestað og henni vísa til skoðunar í forsætisnefnd sem og til umsagnar helstu hagsmunaaðila sem fyrirhuguð breyting varðar. Nú, eins og ég gat hér í fyrri ræðu minni varðandi aðra tillögu, þá það grundvallaratriði í stjórnsýslu að allar tillögur stjórnkerfisbreytingar hljóti vandaða málsmeðferð. Í því felst meðal annars að slíkar tillögur séu kynntar með nægjanlegu fyrirvara og rökstuddar sem þess ekki, og að ráðrúm gefist til að skoða þær og rýna hugsanleg áhrif á viðkomandi málaflokka sem og stjórnkerfið í heild. Eins og ég sagði hér áðan, við höfum gengið gegnum svo margar stjórnkerfisbreytingar að við erum eiginlega hert í eldi í þeirri vinnu, höfum oft lent í því, og þó ekki hafi alltaf náðst samstaða stjórnkerfisbreytingarna sem slíkar, það hefur þó yfirleitt alltaf náðst samstaða málsmeðferðina og vinnubrögðin að vanda til þeirra, samþykkja ekki einhverjar tillögur í óðagoti að þeir hljóma vel og það sé bara svo gaman að prófa, heldur að þetta sé skoðað, fólk geti leita til sérfræðinga, lögfræðinga, stjórnsýslufræðinga og svo framvegis og tekið síðan sjálfstæða afstöðu til þess hvort að þetta sé góður hugmyndir ekki. Og alþjóðlega viðmiðanir breytingar á opinberu stjórnkerfum, þær kveða einmitt á slíkt. Það verður að gefa hæfilegan tíma til að kynna sér tillögur meira en eitt sólarhring og rýna áður en ákvörðun tekin. Og að sjálfsögðu þeir sem vilja ástunda samráð, þeir taka ekki ákvörðun einum sólarhring, þeir kynna tillögur sína og gefa síðan hagsmunaaðilum kost á að tjá sig, skila formlegri umsögn málið áður en endanleg ákvörðun tekin. Því að þrátt fyrir að það sé alla komist mikið vit fyrir í þessum sal og mörg augu, 46 augu eða eitthvað slíkt, þá alveg ljóst að auðvitað það bara viðurkennt að við höfum svo oft vísað málum til umsagnar hinn á þessara aðila og öðlast með því meiri víðsýni, þó við séum víðsýn fyrir. Og það alveg ljóst að þessi tillaga sem hér liggur fyrir, hún fullnægir ekki skilyrðum með vandaða stjórnsýslu og lýðræðisleg vinnubrögð. Og eins og með hinna tillöguna þá hafa fjölmargar spurningar vaknað áhrif umræddrar breytingar sem mikilvægt að verði svarað áður en þessi ákvörðun tekin. Þess vegna leggjum við fram í tillögunni greinargerð
þar sem eru nokkrar spurningar og það er óskað eftir skriflegu svari við þeim spurningum áður en fyrirliggjandi tillaga þessa breytingu að leysa öll íbúðaráð í Reykjavík frá störfum verður tekin til afgreiðslu. Og þegar maður gerir eitthvað, maður verður að átta sig á framhaldinu og við spyrjum hvernig hyggst nýr meirihluti til að mynda standa samráði við íbúa Reykjavíkur eftir að öll íbúðaráð borgarinnar hafi verið leyst upp. Hvernig verður staðið að samráði milli Reykjavíkurborgar og þeirra aðila sem eiga formulega aðild að íbúðaráðunum nú, það er að segja íbúðarsamtökum og foreldrafélögum viðkomandi hverfa eftir upplausn íbúðaráðanna. Og svo í þriðja lagi, hvað verður þau verkefni íbúðaráðanna sem nú þegar eru í vinnslu á vettvangi þeirra. Og það verður að segjast eins og er að í ræðu Dóru Bjarta Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa hér áðan, þar sem hún reifaði tillöguna, þá var þessum spurningum og álitaefnum aðeins að litlu leyti svarað og við teljum því að tillagan sé vanreifuð, en það er auðvitað hægt að bæta úr því með því að vísa henni til frekari skoðunar í forsætisnefnd sem er okkar stjórnkerfisnefnd og leita eftir umsögnum þeirra aðila sem þessi breyting kemur helst við. Þannig getum við, það er auðvitað ekkert að því að leggja fram hugmyndir sínar í tillögu formi en ef við ætlum að hafa vanda málsmeðferð, þá verður auðvitað að skoða hana og rýna með þessum hætti sem hér er lagt til í tillögu okkar sjálfstæðismanna. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Magna Gná Jóhannsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil aftur byrja að fagna því að þeir flokkar sem mynda nýjan meirihluta í borginni vilji fara það verkefni að endurskoða íbúðasamráð í borginni. Sérstaklega ljósi þess að þeir flokkar, það var mín upplifun að þeir flokkar sem skipuðu síðasta meirihluta hefðu ekki vilja gera það. En þessi viðsnúningur er kannski í þessu máli og fleiri málum er ekki kannski beint traustvekjandi. Á síðustu árum hefur ákall íbúðalýðræði aukist. Sem stjórnmálakonu þykir mér það auðvitað fagnaðarefni að fólk vilji taka aukinn þátt í lýðræðinu og ég tel að við eigum að reyna að mæta þeim sjónarmiðum eftir bestu getu. Íbúaráð eru ein leið til þess að auka aðkomu íbúa að ákvörðunartöku. En ég get þá alveg tekið undir þau sjónarmið sem hafa komið fram í umræðunum íbúaráð að þau séu langt frá því að vera fullkomin. Ekkert kerfi er fullkomið. Og við þurfum stöðugt að vera með opin augun fyrir betri leiðum til þess að bæta lýðræðið og auka þátttöku fólks. Reykjavík er langstærsta sveitarfélag landsins og eðli málsins samkvæmt er nálægð okkar sem sitjum í borgarstjórn við íbúa ekki jafn nálæg við þau sem búa í minni sveitarfélagum. Til að varpa ljósi á það má ég til með að benda á að bak við hvern borgarfulltrúi Reykjavík eru 6.357 íbúar samanborið við 3.765 í Kópavogi og 941 á Akranesi. Ég tel mikilvægt að íbúalýðræði sé til staðar og fagna endurskoðun á fyrirkomulagi íbúaráða og íbúalýðræðis. En ég tel það óábyrgt að aftengja íbúaráðin þar til annað fyrirkomulag íbúalýðræðis liggur fyrir og missa þannig þennan samráðsvettvang út án þess að annað komi í staðinn. Og ef þessi tillaga feli sér hagræðingu, þá væri gott að fá tölu það og ef þá að fara í það að halda borgarþing í staðinn, þá vitum við það, kæru borgarfulltrúar, að þau eru dýr. Og ef þau eru mörg, þá mun það kannski fljótt slaga upp í þá tölu. Þannig að þetta þarf að ígrunda vel og ég vil að lokum þá bara taka undir tillögu sem er komið hér fram að fresta þessu máli og þannig til að þessi skoða betur. Þannig að við töpum ekki þessi íbúasamræði sem á sér svo sannarlega stað í þessi íbúaráðum þótt þessi ekki fullkomin og förum að skoða það hvernig við getum betur útfært þetta áður en við leggjum niður íbúaráðin eins og hér er lagt til með. Borgarfulltrúinn Magna Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti,
Ég minnist þess ekki að hafa nokkuð tíman rætt við borgarfulltrúan Magneu Gná Jóhannsdóttur íbúðaráðin eða að gera breytingar á notkun þeirra. Þannig að mig undrar að gefa sér í skyn að mín afstaða hafi eitthvað stórlega breyst nema þá það að ég til í að skoða, þannig ég hef alltaf verið til í að skoða hvernig við getum gert hlutina öðruvísi. Ég hef ekki hins vegar verið til í að skoða það að leggja íbúðaráðin hreint niður á þess eitthvað annað komið í staðinn eða maður hugsi nýtt. Ég hef ekki verið til það en ég er til í að breyta lýðræðisverkefnum og gera nýja hluti sem að virka betur og ég er alltaf til í að endurskoða verkefni og hugsa nýtt. Hér eru tækifæri til hagræðingar sannarlega og að nýta peningana öðruvísi. Við erum að tala kringum 75 milljónir sem að fara í þetta verkefni. Þar munum við auðvitað halda í eitthvað af þeim peningum sem við munum halda í lýðræðisverkefnum. Eitt borgarþing kostar hvað 1 til 2 milljónir getur kostað en það geta líka verið ódýrari útfærslur. Þannig að við skoðum það bara hverju sinni. Það er hægt að gera þetta með ólíku móti en ég reikna ekki með því að það veri 75 milljónir sem að sparast til. En við munum klárlega geta spara einhverja peninga á þessu og það eru auðvitað markmiðið líka. Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti minnir á að virða tímamörk. Hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að svara andsvari, borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúin Dóru Björk Guðjónsdóttir fyrir sitt andsvar. Það sem kom skýrt fram að borgarfulltrúin hefur ekki haft þá skoðun að vilja leggja niður íbúðaráðins annað komið í staðinn en þessi tillaga gerir það einmitt að verkum að íbúðaráðin eru lögð niður og þá fara í vinnu við það að skoða hvaðna kemur í staði án þess að sé búið að ákveða það. Þannig að þarna er það staðfest. Og svo vil ég leirta það að það talað að borgarþing kosti, ég man ekki 3-4 milljónir og ódýr borgarþing sé kannski 1 til 2. Þannig að ég veit ekki hvernig þá að ná þeirri tölu niður nema við séum að fara í það að vera eitthvað starf út á túni án þess að vera með neitt grunnkostnað því það kostar að vera með starfsfólk og mat og annað sal eins og við höfum gert. Við höfum haldið 1 borgarþing sem ég kom að og það var dýrt en kostnaði var samt haldið í lágmarki. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið því að veita ansvar. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það er alveg skýrt að það á að koma eitthvað í staðinn og jú, það er búið að taka ákvörðun það. Það er ávarpa í samstarfssáttmála þeirra flokkar sem nú koma saman í nýju samstarfi hér í Reykjavík. Við ætlum að láta aðra hluti koma í staðinn eins og borgarþing og beint og millilegalaust samráð. Það er búið að ákveða það. Það er ekkert óryggi kringum það eða óvissa. Við ætlum að gera það sannarlega. Stafrænar ætla að halda utan það og núverandi starfsmæður eru auðvitað sem að hefur haldið utan íbúðaráðin getur líka hjálpa til við það sem að mun létta mikið undir. Ég hef ekki haldið því fram að það kosti ekki neitt, það kostar sannarlega en af 75 milljónum þá finnst mér líklegt að 20 milljóna getur sparast til. Mjög óábyrgt getur maður reikna með að séu kannski jafnvel alltaf 40 milljónir sem getur sparast og við jafnvel meira og það er bara eitthvað sem að kemur nákvæmlega í ljós. Það fyrir eftir hversu mörg borgarþing við höldum en við byrjum fljótt og brettum upp ermar og þannig að það er ekkert óryggi og ekkert sem þarf að bíða eftir að útfæra. Við ætlum ekki að koma á fót nýjum ráðum og ef að það væri, þá væri það svolítið önnur vinna en við ætlum bara að fara beint í verkið. Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið því að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúin svara þá ansvari borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, takk forseti og takk aftur Dóra Björk fyrir þitt svar. Það sem ég kannski hnaut var að þú segir hér að borgarfulltrúin heldur fram að hér er ekki að koma frá nýjum ráðum en segir í málflutning áðan að það mögulega muni koma til þess að ráðin verður stofnuð aftur og svo hnaut ég einnig það að það er í tillögunni stendur og það er að leggja þið niður eða fella niður starfsemina og skoða hvað er komið í staðinn. Þannig lítur þetta út fyrir borgarfulltrúa sem sáu tillöguna í gær og hafa einungis haft sólarhring til þess að skoða hana og taka afstöðu til. Og svo er vísað í samstarfssáttmála sem að ég gerir ráð fyrir að hafi verið settur í fjölmiðla áðan en borgarfulltrúar ekki geta kynnt sér, stendur ekki í þessari tillögu. Þannig að ég tel það vera eðlileg ábending frá mér sem borgarfulltrúa að lesa þessa tillögu í gærkvöldi þegar hún er lögð fram fyrir okkur að hnýta þetta hvað kom í staðinn.
og mér finnst þetta óvandað hvernig þetta er sett fram svona. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið því að svara andsvari. Öðru sinni telst á andsvörum lokið og óskað hefur eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka umræðina þessa tillögu sem liggur fyrir og ég þakka áhuga á íbúalýðræði og lýðræðislegum aðferðum. Þessi tillaga gengur út á það að fresta kosningum í öll íbúaráð til loka kjörtímabils og leysa sitjandi íbúaráð frá störfum. Hún gengur ekki út á það að leggja íbúaráðin niður. Við ætlum að prófa aðrar aðferðir til að vera í samráði við íbúa og stýrihópi innleiðingu aðgerðar á allar lýðræðismálum hér falið að útfæra nýjar lýðræðislegar leiðir til að eiga í samskiptum við íbúa Reykjavíkur og einstaka hverjum. Það þýðir ekki að sé ekki búið að ákveða leiðirnar, það er búið að ákveða ramma í kringum það, til dæmis ný borgarþing, en það þarf að útfæra það og halda utan það og boða það og skipuleggja það og það er það næsta skref sem er í gangi. Það er ekki mikil óvissa upp það. Ég get vel skilið að borgarfulltrúar séu spenntir fyrir því að lesa nýjan samstarfssáttmála. Hann er ferskur og nýr og bara tækifæri til að liggja yfir honum. En það er sjálfsög ekki mikil óvissa hér uppi málið og ég tel bara fullt tilefni til að halda áfram með það eins og það er lagt hér fyrir. Og eins og ég hef sagt að ef að það er svo að við sjáum eftir því að íbúaráðin sé ekki starfandi og finnum verulega fyrir því og ef við finnum fyrir því að aðrar aðferðir skilja ekki því sama og íbúaráðin hafi gert, þá er tækifæri til þess að kjósa aftur í þau við upphafni næsta kjörtímabils strax á næsta ári. Þannig að þetta er nú ekki dramatískara enn sem svo, en mikilvægt að stafrænt ráð sem heldur utan lýðræðismál borgarinnar haldi vel utan þessi verkefni, taki það alvarlega sitt hlutverk sem er nú orðið veigameira í raun, að taka við þessum verkefni sem hafa heyrt undir íbúaráð í rauninni og halda vel utan borgarþing og þetta beina samtal og það er mjög mikilvægt að það sé vel að því staðið. Takk. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið og er þá gengið til atkvæðagreiðslu en borist hefur ein málsmeðferðartillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Sem að hafa borist ykkur í tölvupósti og er svo hljóðandi. Lagt er til að fyrirliggjandi tillögu að leysa öll sitjandi íbúaráð í borginni frá störfum og fresta kosningum í ný íbúaráð verði frestað og henni vísað til skoðunar í forsætisnefnd sem og til umsagnar helstu hagsmunaaðila sem þegar fyrirhuguð breyting varðar og greinagerð fylgir með. Er þá gengið til atkvæða þessa málsmeðferðartillögu. Þau sem eru samþykk vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna, endurtökum þetta, þau sem eru samþykk vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera vinsamlegast gefið þess merki. Er einhver sem að situr hjá? Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum, 13 atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Flokks fólksins, Sósíalista, Flokks Íslands, Vinstri grænna, Flokks fólksins og Viðreisnar. Er þá gengið til afgreiðslu tillögunnar. Þau sem að samþykkja hana vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera vinsamlegast gefið þau merki. Er einhver sem að situr hjá? Þá er tillagan samþykkt með atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands,
Flokks fólksins, Vinstri grænna, Viðreisnar. Á móti 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 1 atkvæði borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þorvaldur Daníelsson. Óskað eftir stuttu fundarhlé í 3 mínútur. Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið og við göngum til síðasta liðar á dagskránni sem kosning forseta borgarstjórnar og það láðist að fara í aðra umferð í kosningu á forseta borgarstjórnar og við göngum þá til kosningar núna og ég bið starfsfólk að dreifa atkvæðaseðlum. Forseti biður skrifara að koma upp og fylgjast með talningu atkvæðaseðla.
Það er Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill. Nei, fyrirgeði. Sanna Magdalena Mörtudóttir, 1 atkvæði. Sanna Magdalena Mörtudóttir, Auður Seðill, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Auður Seðill, Sanna Magdalena Mörtudóttir, 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 Auður Seðill, Sanna Magdalena Mörtudóttir. 12 atkvæði, 11 Auður. Já, þá fór kosningin þannig að Sanna Magdalena Mörtudóttir hlaut 12 atkvæði, 11 seðlar voru auðir. Þannig að Sanna Magdalena Mörtudóttir telst réttkjörin forseti borgarstjórnar. En þar með lýkur dagskrá borgarstjórnar. Spurning hvort nýkjörinn forseti borgarstjórnar vilji slíta fundi. Þá er ekki, já. Óskað hefur verið eftir stuttu fundarhlé til þess að klára ritun bókanna.
fundi fram haldið og óskar eftir því að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lesi bókanir. Já. Úr sæti, takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kynni nú bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna 7. liðar sem hljóðar svo. Nýr meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna kýs að hefja göngur sína með vanhugsuðum og illa rökstuddum stjórnkerfisbreytingum. Meirihlutin lagði fyrirliggjandi tillögu fram í óðagoti með aðeins sólarhrings fyrirvara og knúði fram samþykkt hennar hér á fundinum en tillögu Sjálfstæðisflokksins vandaða málsmeðferð hafnað. Slík vinnubrögð fullnægja ekki skilyrðum vandaða stjórnsýslu og lýðræðisleg vinnubrögð. Fjölmörgum spurningum lögmæti tillögunar og hugsanleg áhrif hennar á stjórnkerfið hefur ekki verið svarað. Slík vinnubrögð hljóta kalla á kröftug viðbrögð frá samtökum þeirra hópa sem hafa fengið að tilnefna fulltrúa í þau ráð sem nýr meirihluti hyggst leggja niður, það eldri borguðum, fötluðu fólki og fólki af erlendum uppruna. Og þá kynni ég bókun okkar vegna borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna 15. liðar og hún hljóðar svo. Nýr meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna kýs að hefja göngu sína með vanhugsuðum og illa rökstuddum stjórnkerfisbreytingum. Meirihlutin lagði fyrirliggjandi tillögu fram í óðagoti með aðeins sólarhrings fyrirvara og knúði fram samþykkt hennar hér á fundinum en tillögu Sjálfstæðisflokksins vandaða málsmeðferð hafnað. Slík vinnubrögð fullnægja ekki skilyrðum vandaða stjórnsýslu og lýðræðisleg vinnubrögð. Með tillögunni eru öll íbúðaráð í Reykjavík lögð niður. Fjölmörgum spurningum áhrif tillögunar á íbúasamráð og á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar hefur ekki verið svarað. Hvernig hyggst nýr meirihluti til að mynda standa samráði við íbúa Reykjavíkurborgar eftir að öll íbúaráð borgarinnar hafa verið leyst upp? Hvernig verður staðið að samráði milli Reykjavíkurborgar og þeirra aðila sem eiga formulega aðild að íbúaráðunum, það íbúasamtökum og foreldrafélögum viðkomandi hverfa eftir upplausn íbúaráðanna? Hvað verður þau verkefni íbúaráðanna sem eru nú þegar í vinnslu á vettvangi þeirra? Svo mörg voru þau orð. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið því að lesa upp bókanir og þá ekki
Það er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir óska eftir því að lesa upp bókun. Forseti, bókun þessi varðar íbúaráðin og þá tillögu sem heyrir undir fundin í því efni og hljóðar svo. Vilji samstarfsflokkana er að fara nýjar leiðir við íbúasamráð með beinna og milliliðalausara samtali við íbúa. Meðal annars að hafa beinni samskipti við íbúa hagsmunasamtök og grasrót og fjölga borgararþingum. Tillaga þessi gengur út á að fresta kosningum í öll íbúaráð til loka kjörtímabils og jafnframt leysa sitjandi íbúaráð frá störfum. Ekki er verið að fella íbúaráðin niður og ef ástæða þykir til verður aftur kosið í þau á nýju kjörtímabili á næsta ári. Áhersla okkar er á öflug lýðræðisverkefni sem skilar raunverulegum árangri í þá íbúa, aukin skilvirkni leið og betur er farið með fé. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er ekki fleira og já. Algjört rugl. Já, heyrðist verðbaks og Ég skil. Þeir eru alltaf að leggja til að...
Ég er tilbúinn. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon les þá upp bókun Sjálfstæðisflokksins. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég Óska eftir að fá hljóð í salinn á meðan fulltrúin les upp bókun. Ég kynni gagnbókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við gagnbókun fulltrúa meirihlutans og bókunin hljóðar svo. Það hljómar undarlega að fyrsta skref nýs meirihluta Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna á þeirri yfirlýstu vegferð að auka samráð við íbúa og grasrótarsamtök í Reykjavík felist í því að leggja niður íbúaráð og svokölluð notendaráð þar sem fulltrúar fjölmargra grasrótarsamtaka hafa hingað til átt kost á formlegu samráði með tilnefningu fulltrúa. Þá er Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Það er ekki fleira sem að liggur fyrir á fundinum og forseti óskar ykkur góðrar helgar og fundi er slitið klukkan 18:43. María.